Komið sæl, þá erum við mætt aftur hérna að ræða markaðsmál í kaffispjalli hjá Iðunni fræðslusetur og í dag ætlum við að ræða markaðsmál sem að tengjast póstsamskiptum eða markaðsmál í tölvupósti og svona viðskiptamannakerfi og fleira því tengt. Og til þess að ræða þetta komin til okkar Ebenezer, fyrirgefðu. Ekki máli. Ebenezer frá Digidó. Bara vertu velkomin. Já, þakka kærlega fyrir. Gaman að vera hérna. Svona til að byrja með kannski bara og segir okkur aðeins við svo sem búin að ræða áður við hérna sérfræðinga hjá ykkur en svona segir okkur svona bara í stuttumáli aðeins frá fyrirtækinu hvað þið starfið við. Já. Heyrðu, já, fyrirtækið núna, það orðið 4 ára. Já. Og þetta byrjaði bara sem lítið fyrirtæki hjá Arnar og Andra sem að svona sáu svolítið gat á markaðnum hérna á Íslandi. Gagnvart því sko að markaðssetning stafræn markaðssetning var kannski ekki, hún var ekki komin jafn langt hérlendis og mögulega þar sem við sáum erlendis til dæmis. Og þeir sáu svolítið gat á markaðnum þarna og langaði svolítið að búa til eitthvað apparat þar sem að myndi ná utanum í raun og veru allt þetta fyrir fyrirtæki hérna á Íslandi, bæði hérna sem eru í markaðssetningu innanlands og svo líka þeirra sem eru erlendis, að þeir þyrftu ekki að leita út fyrir landsteinana til þess að fá þessa sérfræði þekkingu. Þannig að þetta svona, já, apparat sem þeir settu saman og byrjaði bara sem mjög lítið batteri. Ég kem hérna inn sem held ég 4. eða 5. starfsmaður og síðan þá og það fyrir, já, rúmlega 2 árum og síðan þá höfum við bara stækkað og hérna orðið betri og skemmtilegri í öllu sem við gerum. Já, sko, og hérna erum orðin, 11 núna, sko. Já. Bara, og gengur vel. Það gengur mjög vel. Svona þitt, svona kannski sérsvið hérna það sem er kallað á ensku CRM, tölvupóstsamskipti og þið notið verkfæri sem að hérna heitir HubSpot og við ætlum svona aðeins að bara svona fyrir okkur sem erum ekki sérfræðingar eða okkur sem langar að vita nákvæmlega hvað þetta til hvers, get ég nýtt með þetta og svo framvegis. Ef við byrjum bara á byrjunni, hvað CRM eða viðskiptamannakerfi, hvernig gengur þetta fyrir sig? Sko viðskiptatengslakerfi í raun og veru grunninn bara utanum viðskiptavinnina eina og ekki endilega viðskiptavinna heldur líka mögulega viðskiptavinni. Okay. Þannig að þarna inni ertu svolítið að halda utanum þá og þú getur verið að safna gögnum þá, þú getur verið að ég ætla að segja þjónusta á betur af því að þú veist meira þá og svo framvegis og þar að leiðandi verður bara reksturinn hjá fyrirtækjum yfirleitt skilvirkari. Þetta kannski svona einfaldasta útgáfan af útskýringunni. Sko. Þannig að þetta svona númer 1, 2 og 3 að halda utanum þau tengsl sem eru þér dýrmætt. Já, sem að hafa skapast á milli fyrirtækisins og svo annars vegar bara einstaklingsins eða jafnvel annara fyrirtækja ef þú ert í þeim pælingunum. Sko. Já, það sem að kalla B2B og B2C, eða business, hérna fyrirtækjasamskipti. Já, akkurat. Og kannski ágætt að útskýra það að B2B að þá ertu í raun og veru að markaðssetja til fyrirtækja, að því að eflaust eftir að nota það í einhverju ræðinni hérna, sko, og svo B2C annars vegar þá ertu í raun og veru að markaðssetja til einstaklinga. Já, ég skil þig. Hvað hérna, hvar byrja ég? Ef ég hugsa með mér, ef ég til dæmis bara að horfa á þetta eða svona í þessum hugleiðingum, hvar svona, segjum sér svo, ég ekki matsölustæði eða bílaverkstæði eða einhvers konar verkstæði sem eru margir af þeir sem eru hérna hjá Iðunni, hvar byrja ég? Hvað fyrsta skrefið? Sko, fyrsta skrefið náttúrulega bara kannski átta sig á svolítið þörfinni, sko. Til hvers í raun og veru þarftu það og þarftu viðskiptatengslakerfi og hvernig í raun og veru núverandi uppsetning í dag. Oft á tíðum eru til dæmis fyrirtæki með bara allt í Excel. Eru kannski með 100 Excel-skjöl utan viðskiptavinnina sína, búin að flokka þetta og gera þetta rosa fínt og flott, sko. En skilvirknin kannski ekki alveg til staðar og heldur ekki þegar kemur að einhvernig ákveðni sjálfvirkni. Þannig að kannski
fyrst að átta sig á því bara hvernig núverandi ástand og síðan þarf maður kannski smá að afla sér þekkingar og átta sig á því, býtu hvað hægt að gera í þessu. Og þar komum við svolítið inn, sko, og við höfum til dæmis bara verið að hjálpa fyrirtækjum og þegar við erum að gera það, þá byrjum við vilt á því að þarf að greina svolítið. Hvar liggja vandamálin og svona, hvernig getum við gert ykkar rekstur skilvirkari og ykkar markaðssetningu skilvirkari, sömuleiðis. Og að því að viðskiptatengslakerfi er ekkert eingöngu fyrir markaðssetningu, þetta er líka fyrir sölu og þjónustu. Þannig að í raun og veru liggur þetta svolítið þvert á deildir innan fyrirtækjanna, sko. Já, en svona kannski í grunninn þá er best að átta sig á því hvað það sem að skapa einhver ákveðna togstreitu, einhver ákveðin vandamál hjá fyrirtækjum og síðan hvað hægt að gera og hvernig leysum við úr því. Þannig að þetta kannski svona fyrstu 3 skrefin sem þarf að átta sig á og við höfum í mikilli samvinnu við fyrirtækin verið að hjálpa þeim að átta sig á þessum hlutum, sko. Ef að við setjum bara upp kannski eitthvað eitt dæmi eins og þú ert með bílaverkstæði sem með 6 starfsmenn eitthvað og þú þjónustar þá í bara öllum almennum bílavirkjarum, skiptum bremsudiska og klossa og jafnvel smur og allt sem því tilheyrir. Er það eitthvað svona, en þú ert ekki með, eins og langflestir sem að við erum að tala til eru ekki með sérstaka markaðs- eða sölu, eða eru bara að gera þetta sjálfir. Er þetta eitthvað svona sem að gæti verið gott að nýta sér til dæmis að skrá niður, já þarna og nú veit ég fyrir víst að þú skráir þetta flestum tilfelli niður, það bara kannski að næsta skrefa eftir að já, það komið að smurja þessum, hvernig get ég mynd að ná að koma til mín? Nákvæmlega, það mjög góður punktur og þetta einmitt það sem að þessi viðskiptatengslakerfi, sérstaklega þau sem eru með svona innbyggða markaðshubba eins og til dæmis HubSpot með og líka önnur kerfi eins og Salesforce og fleiri góð kerfi, sko. Þú getur nýtt þessi kerfi rosalega vel í einmitt þessum tilgangi. Tökum sem dæmi bara eins og þú nefndir með bílaverkstæði. Þeir eru að sjá smurningar hjá bílum. Ég kem inn með bílinn minn og ég kem inn bara tökum sem dæmi 1. janúar 2022 og við vitum alltaf hvenær bílar eiga að fara í smurningu og við getum svona kannski jafnvel áætlaða að það sé, þú veist, þetta eru 15.000 kílómetrar sem að bíl má keyra á sömu smurningunni. Það kannski sirka ár, kannski aðeins minna hjá flestum. Þannig að í þessu tilfelli getur þú sett upp til dæmis bara sjálfvirkni í viðskiptatengslakerfi eins og HubSpot. Þannig að þegar þessi viðkomandi aðili búinn að koma í smurningu, að þá eftir 10 mánuði þá fær hann tölvupóst frá okkur sem að minnir að ná að koma aftur í smurningu til dæmis. Þetta gerist bara sjálfkrafa inn í svona tólum. Þannig að þú þarft í raun og veru það þarf bara að setja þetta upp, svo þurfa í raun og veru engar hendur að koma að þessu. En að því gefnu að hann alltaf sé búinn að gefa okkur leyfi til þess að senda okkur e-mail sem yfirleitt þegar að aktíft viðskiptasamband að ræða, þá það svona yfirleitt, eða svona kannski þumalputtareglan að þú megir þá senda honum tölvupóstsamskipti. Hvað en svo til dæmis ef að viðkomandi fór nú auka 3 hringferðir landið og kom eftir 8 mánuði. Getur kerfið vita að þú fór ekki tölvupóst mánuði eftir þú komst í smur? Já, kerfið náttúrulega veit það, þannig að þú getur sett upp þá reglu ef hann nýbúinn að koma, að þá fær hann að sjálfsögðu ekki e-mailið eða ekki símhringinguna ef að þú ert með kerfið sett upp þannig að þú viljið frekar ringi fólk heldur en að setja þeim e-mail, það líka möguleiki, sko. Já. Þannig að svona kannski upphafið að grunnurinn að safna upplýsingum og safna réttum upplýsingum. Þannig að þú sért að minna fólk á það sem það á við en ekki senda bara öllum það sama. Það ekki? Algjörlega, sko. Þú veist, það náttúrulega það hefur kannski tíðkast svolítið hér á landi og náttúrulega annar stað líka, sko. Ég ætla nú ekki að tala niður til Íslands en maður veit að kannski mörg fyrirtæki hafa eingöngu hugsað til dæmis markaðssetningu í gegnum e-mail fyrir newsletterið sitt eða fréttabréfið. Þú veist, og senda kannski út einu sinni í mánuði en kannski átta sig ekki alveg á möguleikunum sem eru
til staðar í e-mail markaðssetningu og halda að þetta sé fyrst og fremst það sem að e-mail markaðssetning á að gera og getur vissulega verið með gott fréttabréf og það getur oft verið mjög gott fyrir hinn ýmsu fyrirtæki en svona kannski tilfinningin okkar hjá þeim fyrirtækjum sem við höfum verið að vinna með hún var allavega svo að fólk var ekki að nýta e-mail markaðssetningu eins og það gætu verið að gera. Nei, akkurat. Jólahlaðborðsvertíðin er að hefjast núna í lok nóvember. Er það ekki svona gott dæmi hvar veitingastæðir og hótel eða slíkt geta nýtt sér, hvað segjum við, nýtt sér þessi þá þekkingu sem þeir eiga til upp á að selja fleiri sæti? Algjörlega og ég meina, flest jólahlaðborð eru eflaust með einhvern lista yfir þá sem hafa komið áður á jólahlaðborði hjá þeim. Þetta eru náttúrulega upplýsingar sem eru mjög mikils virði fyrir þessi fyrirtæki, geta þá hafa haft möguleikan á að ná aftur til þessara viðskiptavina og þetta gæti verið til í, þó þetta sé til í jafnvel Excel-skrám eða einhverjum öðrum kerfum hjá þessum viðkomandi fyrirtækjum, þá er mjög líklegt að sé hægt að tengja saman þessi tvö þá tól annars vegar það sem heldur utan skráningarna frá því í fyrra og svo hins vegar núna HubSpot og síðan í framhaldinu gæti HubSpot eða eitthvað annað CRM-kerfi bara haldið utan þessar skráningar. Sko. Já. Og þetta er svona þannig séð tengjanlegt við flest svona bókunarkerfi sem eru verið að nýta, það er allavega svona í flestum tilfellum einhverju möguleikar. Já, sko, það er nefnilega svolítið markmiði hjá þeim. Það er að þú sért með einn hub fyrir í raun og veru allt. Að þú þurfir ekki að fara, sko, við erum nýkomnir af Inbound sem er árleg ráðstefna sem er haldin á vegum HubSpot. Og þar fengu þær upplýsingar að meðalstórt fyrirtæki í Bandaríkjunum nýtir sér 242 tól sem er svolítið mikið en þegar þú komið með gögn í þessi 242 tólum sem tala ekki saman þá ertu komin í smá vesen af því að þú áttar þig ekki alveg á heildarmyndinni og það er svolítið markmiði hjá þessum viðskiptatengslakerfum eins og HubSpot er að geta tengt allt við þetta, hvort sem það sé með svo kallum svona native integration sem að er í raun og veru bara búið að byggja upp fyrir þig eða þá með API-tengingu sem að þú kannski smíðar þá smá sjálfur. Já. En sko þegar að við erum komið með svona lista og erum komið með þessar upplýsingar og þá er til dæmis sagt að merkja ef við notum aftur jólahlaðborðs samlíkinguna eða dæmið þá get ég verið búin að merkja þetta var starfsmannastjóri hjá þessu fyrirtæki sem bókaði fyrir 80 manns eða 60 manns eða þetta var Jón Jónsson sem bókaði fyrir 2 þannig að þarna erum við komin í B2C og B2B, er það ekki? Akkurat, þú getur áttaði algjörlega á því hvort sé að ræða einstakling sem bókaði fyrir fyrirtæki sitt eða bara fyrir fjölskylduna sína. Þú getur sett þetta allt upp inn í kerfinu og það sem þú getur líka gert þarna og er rosalega sniðugt og sparaðir mikla fjármuni er það að þú getur búið til svo kallaða markhópa út frá þeim sem þú ert með skráða inn í kerfið og notfærtir þá til þess að markaðssetja sérstaklega til þessara aðila á miðlum eins og Facebook og Google og LinkedIn og svo framvegis sko. Þannig að í staðinn fyrir að eyða þá 300.000 krónum í markaðssetningu þá ertu kannski farin að eyða 60.000 krónum af því að þú ert komið með svo niðurnjörfaðan markhóp og þarft ekki að spreyja efninu þínu út allt heldur bara til ákveðins hóp sko. Síðan út frá þessum hóp getur búið til líkindahópa þannig að þú ert þá kannski komið með einn hóp af núverandi viðskiptavinum og síðan annan lítinn hóp af mögulegum viðskiptavinum. Já, akkurat. Nú hefur maður svo sem oft heyrt fólk tala ég opna aldrei svona auglýsingapósta eða svoleiðis og þá er svona þegar maður að ræða þessa möguleika við fólk. Oft á tíðum er líka verið kannski að rugla saman auglýsingapóstum eða markpóstum þar að segja hjá einhvernum sem að þú hefur safnað eða fengið upplýsingarnar hjá og fengið viðleiðri til að fá sent, eða ekki? Jú, algjörlega. Og það sem að við höfum verið að taka svolítið eftir er líka
notkun á ekkert endilega markaðstölvupóstum, þá ég að meina skilurðu póstar sem er búið að hanna fyrirfram með einhverjum ákveðnum myndum, einhverju fonti. Það sem við höfum verið að taka eftir að fólk að verða kannski svolítið meðtækilegra fyrir bara því að fyrirtæki sendi jafnvel í nafni einhver sölumanns eða bara jafnvel í nafni fyrirtækisins, en pósturinn þarf ekki að vera nema bara nokkur orð, bara hæ, ég vildi bara láta þið vita að við erum hérna að vera uppiskroppa með þessa vöru, þannig að ef þið langaði að kaupa hana fyrir jólin eitthvað, þá mælum við með því að þú kaupir hana núna, eða eitthvað slíkt, eins og tökum sér dæmi bara jólahlaðborðið. Við sáum hérna að þú komst á jólahlaðborðið fyrra og okkur langaði að bjóða þér hérna 10% afslátt ef þú kemur aftur í ár, skilur. Þetta þarf ekki alltaf að vera, það þarf ekki alltaf að ofhugsa hlutina neitt svakalega, sko. Stundum bara nóg að senda út skilaboð og minna á sig bara heiðarleg og einlæg skilaboð, sko. Já. Það líka einhvern veginn þannig að þó svo að, svona upplýsingar sem þú geymir viðskiptaviniðina, að þó að þú sért ekki einu sinni að nota til þess að hringja að senda tölvupósta, þegar viðkomandi kemur, ef þetta eins og sé, bílaverkstæði eða veitingastæður eitthvað, og þú veist áður eitthvað hann, sko, það geti verið svona, svona bara sína ekstra góða þjónustu að þú vitir upplýsingar og vitir að hann sé með netofna með eitthvað, það getur verið skráð í kerfið. Ég segi það, skilur, og þú, maður talar heldur ekki eins til allra, maður verður svolítið að átta sig á því við hvern maður að tala til þess að einstaklingurinn, til þess að tryggð einstaklingsins við fyrirtæki eflist. Þannig að hann átti sig, og trúverðugleiki og traust líka. Hann vill ekki vera einn af milljón, hann vill vera einn af fáum, skilur við. En ef förum aðeins tilbaka aftur, kannski varðandi þetta sem við erum að tala að leyfi að senda á fólk og slíkt. Ef ég kem á bifreiðastæði mitt og skrái mig inn þar og hvað gerir eigandi verkstæðisins til þess að í fyrsta lagi að fá tölvupóstfangið mitt eða símanúmerið mitt og í öðru lagi til þess að leyfi til þess að fá að senda hvernig gengur það fyrir sig, hvernig virkar það? Sko, að fá tölvupóstinn hjá viðkomandi aðila, það er þetta bara margar leiðir í því. Það getur verið með skráningaform á bifvélaverkstæðinu, þú getur verið með þetta á netinu eða þú bókar tíma þar og þá er yfirleitt þannig að þú þurfir að fylla út e-mailið líka, þannig að sé að láta þið vita og minna á bara að smurningin er eftir korter eða hálftíma eða 2 vikur eða eitthvað. Þannig að sko, það eru ýmsar leiðir í þessu. Þú getur líka verið bara með leiki jafnvel á Facebook eða á vefnuðinum þar sem að þú ert þú veist, gískaðu á bílinn eða eitthvað, skilurðu, ef við erum að taka eftir bifvélaverkstæði, sko. Þar sem að þú ert með eitthvað smá leik í gangi og þú þarft að skilja eftir e-mailið þitt fyrir og að því sögðu, þá er náttúrulega rosalega mikilvægt að þú látir viðkomandi aðila vita ef þú ætlar að senda honum markaðstölvupósta að það sé máli, að þú sért að safna e-mailum í markaðslegum tilgangi. En svo aftur á móti og bara til að taka fram, ég er ekki lögfræðimenntaður og þetta hefur náttúrulega breyst rosalega mikið á síðastliðnum árum með tilkomu GDPR og svo framvegis. Þannig að sko í grunninn er þetta þannig að þeir sem eru ekki í núverandi viðskiptasambandi við þig, mér skilst að þú þurfir að fá algjört samþykki frá þeim, en þeir sem eru í viðskiptasambandi við þig, það eru þeirra lögmætir hagsmunir að þú hefur samband við þá og þar að leiðandi þarftu ekki að fá þú þarft ekki að fá samþykki fyrirfram. Þannig að ef ég er búinn að panta tíma á netinu, hvað sem að sé veitingastæður eða hárgreiðslustofa eða hvað sem það er og set netfangið mitt, ég mæti, búinn að kaupa þjónustu, þá er í lagi að senda viðkomandi tölvupósta minna á. Mér skilst það allavega í einhvern tíma eftir á, að því að nú ertu í virku viðskiptasambandi við þennan aðila. Já. En þá kemur líka að því sem að er mikilvægt er að hafa í tölvupóstinum leið til þess að skrá sig. Já, til þess að láta vita að þú viljir ekki fá tölvupóst frá þessu fyrirtæki eða að einstaklingar geti afskráð sig af þessum póstlista eða
eða bara afskara sig frá því almennt að fá tölvupóst frá þessu fyrirtæki. Já. Og það náttúrulega bara þannig í flestum e-mail tólum í dag er að þú kemst ekkit upp með það að vera ekki með það. Nei, akkurat. Þetta bara innbyggt inn í kerfinu og kemur bara með öllum tölvupóstum sem þú sendir út. Já, akkurat. Ef þú sendir út sem sagt í markaðslegum tilgangi. Já, en svo annars vegar þetta náttúrulega í raun og veru líka tvíþætt af því að í viðskiptatengslakerfum eins og HubSpot þá getur líka verið að senda út bara kalda tölvupósta til fólk sem að kannski jafnvel þekkir þig ekki neitt. Og þú getur bara jafnvel verið að láta vita af þér en það er alltaf í þínu eigin nafni. Þá er ég hérna Ebenezer @Digidu að senda á bara þig jafnvel og láta vita bara hvað við gerum og svo framvegis sko. Og ef ég er að gera þetta í mínu eigin nafni þá er það kannski, þá fylgir það öðrum lögmálum heldur en ef ég er að senda þér í markaðslegum tilgangi sko. Já. Er hérna kannski, hvað við segja, framkvæmdin, kostnaðurinn og svo framvegis fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, er þetta alltaf málið eða þarf að skoða hvert dæmi fyrir sig og hvernig gerir maður það þá? Maður þyrfti náttúrulega, já, maður þarf alltaf að skoða hvert dæmi fyrir sig og sum náttúrulega fyrirtæki eru bara með einhvern veginn öðruvísi kerfi uppsett sem að bara virkar frábærlega fyrir þau og þá er maður ekkert að fikta í því sko. Nei. En margir halda að svona viðskiptatengslakerfi þetta sé rosalega stór og mikil innleiðing sem þurfa að fara í gegnum mikið breytingaferlin í fyrirtækinu og svo framvegis og að þetta taki marga mánuði í uppsetningu og sem er raunin með mörg viðskiptatengslakerfi. En aftur á móti í dag eru komin þessi kannski aðeins minni kerfi sem að gera hins vegar 80-95% af öllu sem að gömlu kerfin gerðu, en þú þarft ekki að fara í margra mánaða breytingarferli innan fyrirtækisins og aðlögunarferli og svo framvegis, heldur bara er kerfið tengt við alla þínar helstu rásir og þú getur byrjað að nota það innan við viku eftir að þú keyptir það sko. Þegar þú ert búin að tengja allar helstu rásir við það sko. Og tengja e-maila og domeinið þín og svo framvegis sko. Af því að viðskiptatengslakerfi eins og HubSpot er ekki bara CRM-kerfi, þetta er líka markaðskerfi, getur verið með vefiðin jafnvel þarna inni líka sko. Þannig að þetta eru margslungin tól og svo er líka þannig að það er ekkert alltaf sami pakki hentar ekki fyrirtæki A og fyrirtæki B sko. Nei, akkurat. Kannski fyrirtæki B að hugsa þetta meira fyrir söluna á meðan fyrirtæki A er að hugsa þetta fyrir markaðssetningu og svo kannski fyrirtæki C að hugsa þetta fyrir sölu, markaðs og þjónustu sko. Akkurat. Þannig að það er svona, hvað var að segja, það er möguleiki fyrir flesta að finna eitthvað sem að þeim hentar hvað sem að sé hérna eins og þú segir HubSpot eða Salesforce eða hvaða kerfi sem það er en kannski allavega að vera að safna þessum upplýsingum sem að sérstaklega núna það sem er kallað sko þínar eigin upplýsingar, þar að segja þetta eru upplýsingar sem eru hérna þú átt og gögn sem þú átt og notar en ekki, nú margir verið að heyra tala alls konar hérna bönn við hinn og þessu og í markaðssetningu og fleira og þá kannski sérstaklega þegar að vera að nota upplýsingar sem að þú ert að fá frá einhverjum öðrum, þá er kannski bara ekki síður mikilvægara núna heldur en er það ekki að safna einhverjum upplýsingum, eiga einhver gögn, jafnvel þó að sé Excel-skjali, allavega eiga einhver gögn Gögnin eru alltaf mikilvægust, alveg sama hvar þau eru geymd í raun og veru, sko, því að það er alltaf hægt að færa þessi gögn yfir á einn ákveðin stað eftir á og ég tala nú ekki til dæmis bara, jafnvel þó þú sért í öðru viðskiptatengslakerfi langar að færa það yfir í nýtt. Það er mjög mikla líkur á því að það sé að færa bara 90% jafnvel meira af öllum gögnum yfir í annað kerfi. Það er yfirleitt einhver smá hnökrar á því þegar þú ert
farin að hugsa út í einhvers konar svona activity upplýsingar eins og e-mail samskipti og eitthvað slíkt, sko, gömul, legacy e-mail samskipti, þau, kannski erfiðar að færa þau inn í hérna önnur tól, það er samt hægt, en það getur verið tímafrekara, en já, bara fyrst og fremst að safna gögnum, það er það mikilvægasta í öllu þessu, af því að það er ótrúlegt hvað þau eru mikils virði, þessi gögn, sko. Já, akkurat. Hérna, kannski bara að lokum, fyrir þá sem að hafa áhuga, auðvitað er hægt að hafa samband við ykkur hjá Digitu og sambærileg fyrirtæki og væntanlega fara á leitarvél og leita og finna eitthvað slíkt, en er einhverjum svona, hvað var að segja, svona einhverja góðir staðir eða eitthvað sem að þú getur svona mælt með að benda á fyrir fólk að skoða og eitthvað svona, nú veit ég að þið eru með, hef ég séð Facebook-hóp sem að er tengdur HubSpot allavega til dæmis. Akkurat, við stofnuðum þegar við tókum að okkur að verða HubSpot partnerar, þá ákveðum við að stofna grúppu á Facebook til dæmis, þar sem að við erum bara, reynum að halda upp í samræðum og líflegum umræðum HubSpot og hvernig fyrirtæki og einstaklingar er að nota HubSpot. Að þetta er ekki bara heldur fyrir fyrirtæki, þetta er líka fyrir einstaklingar sem er í einstaklingsrekstri. Þetta er ódýrt til þess að byrja með allavega, minnsti pakkinn hjá þeim er frýr, þú getur verið með viðskiptatengslakerfi bara frítt hjá þeim, bara svo ég komi því nú fram og það er ekki raun og veru fyrir farin að byggja ofan á það einhvers konar markaðstól eða sölutól þegar þú ert farin að borga fyrir það. En já, HubSpot hópurinn og svo líka bara, þú veist, leitavélarnar eru bestar í þessu, ef ég ætla að vera alveg hreinskilinn við þig. Og þar er náttúrulega bara ótrúlega mikið magn af upplýsingum, Reddit-þræðir og hvað eina. Og svo náttúrulega líka bara, eru HubSpot með þessa HubSpot Akademíu, þar sem að þú ert bara með í raun og veru mörg þúsund klukkutíma af efni, eða svona myndrænu efni sem þú getur hort á, lært á tólið. Þannig að ef þú ert byrjaður eitthvað að grúska, þá mæli ég klárlega með því að fara þangað inn og læra aðeins á hvernig tólið virkar og hvernig svona mismunandi fítusar inn í tólinu virka. Já, og svo er vantanlega bara líka að spyrjast fyrir í kringu þig, það er fólk að nota þetta út allt, þannig að það er Og fleiri en manni grunar einhvern veginn, sko, það kom okkur mjög óvart hversu svona margir væru byrjaðir að nota til dæmis HubSpot og hversu margir væru að nota þessi kannski svona minni CRM-tól. Við héldum að annarkvort væru fyrirtæki bara í þessum stóru CRM-tólum eða með þetta í Excel-skjölum. Að enginn væri einhvers veginn þú veist, á þessu millistígi sem er svo mikilvægt fyrir kannski íslenskan markað, því við erum ekki með mörg svona risafyrirtæki en við erum með mörg lítil og meðalstór fyrirtæki. Já, akkurat. Bara frábært, ég bara vil fá að þakka kærlega fyrir að koma og gefa okkur smá innsýn inn í viðskiptatengslakerfinu. Já, passar. og í tölvupóst markasetningu og fleira og fáum kannski að fylgja þessu eftir við tækifæri. En bara takk kærlega og takk fyrir okkur. Bara takk kærlega fyrir mig.